Kannski er þetta geimfar. Við ættum að fara varlega því að Marsbúar úr því getur ráðist á okkur. Láttu ekki eins og kjáni, Gulli. Þetta er ekkert geimfar, þetta er klukka. Einhver af mannfólkinu hlýtur að hafa hent henni. Það var ónærgætið af þeim. Þetta setur subbusvip á umhverfið. Ætti ég að fara með hann á ruslahaugana á kassabílnum mínum? Já, það er góð hugmynd hjá þér, Svalur. Bíðið hægir, kannski getur hún gengið ennþá og við getum notað hana sem þorpsklukku ef við hreinsuðum hana. Já, ég er nú viss eitthvað skjállastöllum. Þetta er áreiðanlega geimfar. Þetta er klukka. Það segir prófessorinn að minnstakosti. Hann og Vippi er að hreinsa hana til þess hún gangi rétt. Það ætti að vera mikið gagnað henni. En Solla mín, mér langar að halda áfram með húsverkin ef þeir væri saman. Æ, Pála, mér leiði svo. Mér datt í huga við getum kannski að rabba svo litið saman. Já, ég á allt of annríkt, vina mín. Og hvað ætla að gera? Nú þar sem að veðrið er svona yndislegt að datt mér í huga að skella mér í vorhreingerningar með fjaðrafóki. Vorhreingerningar, fjaðrafók? En astnalegt, finnst ég það ekki? Nei, Solla mín, reynda finnst mér það bara mjög gaman. Nú jæja, ég ætla þá að fara að heimsækja hana Emmu, kannski að hún nenni að spjalla við mig. Nei, Solla mín, þú fyrirgefur. Nei, ég bara hef engan tíma til að sitja og masa. Hér er allt í fjaðrafóki. Ég stend í vorhreingerningum. Ég held að allir sjónir kolruglaðir. Hvað er þetta að segja, góða? Já, þið Pála standið báðar í vorhreingerningum með fjaðrafóki. Ég skil þetta bara alls ekki. Ekki ég kannski að fara heim til mín í vorhreingerningar með fjaðrafóki. Já, því ekki það, góða. Það geti vel verið að væri skemmtilegt. Þetta var vel af sér vikið hjá okkur, Vippi, fannst þér það ekki? En þetta er mjög gott, prófessor. Þannig eru smjattakarnir búnir að fá sína eigin þorpsklukku og hún er komin í fínasta lag. Já, eru þið alveg vissun að þetta sé klukka? Já, það leikur engin maður á því. Jæja, en skoðuðu þið inn í þetta? Auðvitað gáðum við inn í hana, munum að skríða inn í hana til að gera við hana. Já, og sáuðu þið enga svona litla menn þar? Nei. Við skulum koma að segja að Kalla við séum búinir að gera við klukkuna. Og hér er indælig saga litla dvergálfa, stráka mínir. Ó nei, Óli, ekki dvergálfa, ég vil heldur heyra geimverur. En ég að lasa fyrir þig söguna að geimverurnar í gær og í fyrra dag og daginn þar áður og ertu ekki orðin leiður á að heyra hana? Nei, hún er svo spennandi. Viltu lesa hana fyrir okkur aftur, Óli minn? Jæja þá, úr því að þið viljið það endilega. Ófrýnilega maðurinn frá Mars kom hægt út dyrnar á geimfarinu. Hann var að meira eitt stórta auga á miðju enni. Auga sem að lýsti svo sterkt að líkast lampa. Ertu ekki hræddur, Gulli? Jú, Lúli minn, þetta er svo hryllilegt, það er alveg frábært. Það er fallega gert að hjálpa mér, Jóna mín. Ég hef ekkert annað að gera, en mér finnst þetta stús hálf kjánalegt. Já, mér fannst það voðalega asnalegt fyrst, en ef að það er Pála og Emma standa í öllu þessu fjaðrafóki, þá fannst mér að ég þyrfti að gera það líka. Hvar eru þessar fjaðrir þínar sem eiga fjúka? Það er nú mest. Hvar finn ég fjaðri til að láta fjúka? En rúmið þitt? Er ekki fjaðrir í því? Jú, auðvitað, þar er fullt af fjöðrum. Nú skulum við þá byrja á þessum vorfjúkingum með fjaðrahreingerningum. En Gulli minn, prófessorinn segir að þetta sé bara klukka. Já, en við setjum nú svo að honum hafi skjáttlast í þetta skiptið. Góðan dag, strákar. Já, góðan dag, Solla. Það er fína veðrið. Það er alveg yndislegt. Einmitt rétta veðrið til að standa í fjaðrafóki. Hvað ertu að segja? Við erum búin að reynsa allar fjaðrirnar hjá henni Sollu, hverja eina og einustu, svo nú erum við að leita að fleirum. Hún er alveg falleg hjá henni klukkan, finnst ykkur það ekki? Já, ef þetta er þá klukka. Það er aldrei að vita. Þið eru nú meiri kjánarnir, auðvitað er þetta klukka. Það sjá allir. Lóli, ég held að við ættum að vera hérna í nótt til þess að fylgjast með geimfarinu. Í alla nótt? Já, svo við getum varað þína smjattpattana við þegar Marsbúarnir birtast. En ég verð svo syfjaður ef ég fer ekki í háttinn. Já, þá getur bara að sofa hérna í garasinu. Ég skal vekja þau þegar eitthvað fer að gerast. Jæja, þá ég er alveg dauðhræddur. Nei, því miður stelpur mínar, ég á bara engar fjaðrir. En ég er með nokkra vírspotta ef við getum notað þá. Já, það verður að vera fjaðrir, Vippi minn. Hvar getum við náð okkur í fjaðrir?
Látum okkur nú sjá. Það eru fjaðrir í sængum og kottum og rúmdýnum, stólum, upptrektum leikföngum og í klukkum. Í klukkum, sagður Vippi. Komdu Jóna, mér datt svolítið í hug. Já, hérna, fjaðrahreingjarningar. Heldur að einhver hafi séð til okkar, Solla? Nei, það var enginn þarna. En prófessorinn verður alveg bálreiður þegar hann kemst að því að við erum búin að taka fjaðrirnar úr þorpsklukkunni. Hann kemst ekkert að því. Við verðum búin að hreinsa þær og fá og setja þær aftur í klukkuna áður en hann veit nokkuð. Hæ, Solla, það er einhver við dyrnar. Fljót nú, felldu fjaðrirnar undir borðinu. Ég skal fara til dyra. Sæll Kalli, góði komdu inn. Fyrirgefðu ónáði stelpur mínar en við eigum í dálitlu vandræði með þorpsklukkuna. Æ, hjálpi mér. Ég ætlaði bara að spyrja hvort að þið hefði nokkuð séð einhvern veginn að þykta við hana. Nei, því miður Kalli minn, ég hef engan séð. Ég ekki heldur. Jæja, það skiptir engu. Vippi og prófessorinn ætla að tóða hann í fyrramálið. Já, bless stelpur mínar. Bless Kalli minn. Æ, Solla, hvað er við nú að gera þegar Vippi kemst að því að fjaðrirnar vantar í klukkuna? Þá veit hann að voru við. Ekkert óðagott, Jóna mín. Við bíðum þangað til að það er orðið dimmt og þá setjum við fjaðrirnar aftur í klukkuna. Hvernig sjáum við hvað við erum að gera þegar það er orðið dimmt? Ég er með vasaljós. Höldum nú áfram við fjaðrahreingjarninguna. Hvernig á ég að geta sofið hérna? Jörðin er svo hörð. Hættu þessu væli, Lúlli, þú sofnar áður en þú veist af. Ég geti verið að dreyma geimför og marsbúa. Auðvitað ferðu ekkert að dreyma það, farðu nú að sofa. Góða nótt, Gulli. Geimfarið mitt geysist hratt og gegnum ský sér vatn. Tunglförin nú gengur glatt, geimfarið er ekkert pjatt. Milli stjarna stefnir það, stjörnu bjarta nótt. Ég lít til tungls og leita að ljúfum draumum skjótt. Geimfarið mitt geysist hratt og gegnum ský sér vatn. Tunglförin nú gengur glatt, geimfarið er ekkert pjatt. Ég Kalli 2 og 1, ég stefnum úr skeið og hef á brott á jörðinni. Hefða áætlun ekki hefðanlega hádegi. Síðan þegar ég allra stíga og manda hana. Gulli minn dreymdi alveg hræðilega. Ná, Lúlli minn, ég held að eitthvað sé að gerast þarna. Sjáðu? Okkur tókst það, Solla. Hún er aftur komin í gang. Þetta var vel af sér vikið. Fljót nú, við skulum koma okkur heim áður en einhver sér til okkar. Lúlli, sjáðu. Ég hafði á réttu að standa. Þetta er geimvera. Og hún er með eitt glóandi auga, alveg eins og í sögunni. Og þarna kemur önnur. Það eru 2 geimfurur. Ég er svo hræddur. Lúlli, það geta heyrt til okkar. Ég get ekkert að þessu gert. Sjáðu, Solla, þetta er Lúlli. Hann er að gráta. Og Gulli líka. Við hljótum að hafa hrætt á vesalíngandi. Ég held að það sé best að útskýra fyrir þeim hvað við vorum að gera. Já, þú voru að fyrirgefa, Solla mín, hvað ég var mikill kjáni. Þú kjáni, hvað segirðu þá um mig að ég skildi halda vorhreingerningar með fjaðrafólki skildi því að fjaðrahreingjarningar? Og ég var alveg jafn mikill kjáni. Ef að þið segið engum að við höfum verið að gáa geimverum, þá skulum við ekki segja Vippa neitt um fjaðrirnar í klukku.